Góðan daginn og velkomin í Borgó í beinni. Ég heiti Ester Talía og ég ætla að lesa fyrir ykkur ævintýrið hana Rauðhettu. Þessi saga hefst í fallegu fjallaþorpi. Geysihár klukknaturn gnæfði við byggðina og skammt frá þessum klukknaturni átti söguhetja okkar heima. Hún var lítil stúlka, aðeins 9 ára gömul. Hún var falleg, en þar að auki var hún þæg og góð. Þegar hún varð 8 ára hafði mamma hennar gefið henni fallega rauða hettu í afmælisgjöf og þessi hettu bar hún ævinlega á höfðinu þegar hún gekk þorpið. Og þess vegna var hún líka alltaf kölluð Rauðhetta. Faðir Rauðhettu var skógarhaugsmaður. Fjölskyldan var fátæk eins og aðrir íbúar þorpsins, en skógarhaugið dugði þó til að flestir lifðu við sæmilegan kost. Engu að síður höfðu skógarhaugsmennirnir verið dálítið áhyggjufullir skeið þegar þessi saga gerðist, því að þeir höfðu orðið varir við stærðar úlf á sveimi í skóginum og vakti það ugg meðal þorpsbúa. Það var óskemmtilegt að vera að starfi út í skógi og vita af þessu villidýri á ráfi kjarrið. Einn morgun bakaði móðir Rauðhettu nokkrar gómsætar kökur og hugsaði með sér að gaman væri að senda þær gamalli móður sinni, ömmu Rauðhettu, sem átti heima handan skógarins. Hún kallaði á dóttur sína og sagði: "Farðu með þessa kökur til hennar ömmu þinnar. Ég hef heyrt hún sé dálítið lasin og vissum að það myndi gleðja hana að finna að við hugsum til hennar og hafðu með þér svolitla smjörklípu úr búrinu." Rauðhetta gerði eins og fyrir hana var lagt. Hagræddi hettunni fyrir framan spegilinn, tók kökurnar og smjörið og kastaði kveðju á móður sína. "Og varaðu þig á úlfinum", sagði móðir hennar. "Farðu ekki langt út fyrir götuna og komdu strax heim aftur." Rauðhetta lofaði öllu fögru þetta, en raunar var hún illa undir það búin að varast úlfinn, því að hún hafði ekki minnstu hugmynd hvernig það leit út, þetta kvikindi sem fólkinu stóð svo mikill stuggur af. Hún skoppaði út úr þorpinu glöð og grunnlaus og nam öðru hverju staðar til að teyga að sér ilm blómana sem uxu meðfram stígnum. Og svo fór sem verða vildi. Úlfurinn lá þarna á bak við runna, saman skroppinn af sulti. Undanfarnar vikur hafði hann verið hundeltur af skógarhaugsmönnunum og eingöngu lifað á laufblöðum og rótum, sem var harla kraftlítil fæða fyrir kjötætu. Og þegar hann fann nú allt í einu ilm af nýmeti, var hann ekki seinna á sér að stökkva út á stíginn í vegg fyrir Rauðhettu. "Góðan daginn, stúlka litla", sagði hann og sleikt út af tilhlökkun. "Hvert er ferðinni heitið, ef ég má gerast svo djarfur að spyrja?" Rauðhetta var saklaus og auðtrúa og sá ekkert athugavert við hennar náunga, nema reyndar virtist hann loðnari á hörund en venni var til fólk. "Ég er á leiðinni til ömmu", svaraði hún. "Gamla konan er lasin og ég ætla að færa henni fáeina kökur og smjörklípu." Úlfurinn þorði ekki að rífa hana í sig þarna á stundinni, því að skógarhaugsmennirnir voru skammt undan. Hann ákvað því að beita brögðum. "Nú veit ég hvað við ættum að gera", sagði hann. "Við skulum leika okkur svolítið." "En gaman", sagði Rauðhetta og klappaði saman lófunum. "Það er það skemmtilegasta sem ég geri." "Hvar á amma þín heima?" "Handan við skóginn í húsi með brúnum tígulsteinum á þakinu." "Gott, sjáðu nú til. Ég hleyp eftir stígnum hérna til vinstri, hann er lengri, en þú hleypur eftir hinum sem er styttri. Svo skulum við vita hvort okkar verður fljótara til hennar ömmu þinnar." Rauðhetta játti þessu og úlfurinn lét ekki á sér standa. Hann tók undir sig stökk eftir stígnum sem hann hafði valið og var reyndar styttri en hinn. Hann var kominn að kofanum hennar ömmugömlu þegar Rauðhetta átti hálfa leiðina ófarna.
Hann stóð á öndinni eftir hlaupin og barða dyrum. Hver þar? Spurði amma gamla fyrir innan. Það hún Rauðhetta þín, sagði úlfurinn og líkti eftir rödd stúlkunnar. Ég kem með kökur og smjörklípu handa þér frá mömmu. Gamla konan reis úr rekkju, haltraði til dyra og opnaði. Það skipti engum togum að úlfurinn stökk á hana á hrattinum koll. Hann hefði getað gleypt hana þarna með húð og hári, en honum varð hugsað til Rauðhettu, hve gómsæt hún yrði. Brátt myndi hún koma að kofanum og hann ákvað að geyma sér gömlu konuna þangað til á eftir, ef hann hefði þá enn ekki étið næju sína. Hann batt og keflaði ömmu gömlu og læst hana inn í skáp. Svo fór hann í gamlan náttkjól og setti nátthúfu á höfð sér, lagðist upp í rúm og beið í ofvæni. Nú víkur sögunni til Rauðhettu. Það var engin asi á henni. Í skóginum gat að líta margt sem gladdi augað, hvort sem það voru fögur blóm eða fjörugir íkornar, og allt var það til þess að litla stúlkan gleymdi tímanum. Og loks þegar hún kom að kofanum hennar ömmu sinnar og barði að dyrum, hafði hún steingleymt hinum loðna leikbróður sínum. Hver þar? Sagði úlfurinn fyrir innan og hermdi eftir ömmu gömlu. Það hún Rauðhetta þín. Ég komin með kökur og smjörklípu handa þér frá mömmu, svaraði litla stúlkan. Komdu bara inn, góða mín. Það ekki læst, sagði úlfurinn. Rauðhetta gekk inn. Það var dregið fyrir alla glugga og hún sá ekki handa sinna skil í myrkrinu. Úlfurinn lá í rúminu, sveipaður í rekkjuvóðirnar og sagði henni að koma til sín. Komdu hingað með stólinn þarna og sestu hjá mér, sagði hann limskulega. Þegar augu Rauðhettu fór að venja stimmunni, virtist henni ekki allt með feldu í útliti ömmu sinnar. Skelfing stór á þér eyrun, amma mín, sagði hún. Úlfurinn reyndi að fela eyrun undir nátthúfunni. Því betur get ég heyrt til þín, góða mín, svaraði hann. Og ósköp hefur stór augu. Já, því betur get ég séð þig, góða mín. Rauðhetta virti fyrir sér gin úlfsins og hinnar geysi stóru tennur, beygði sig yfir höfuð hans og sagði, en hvað þú hefur stóran munn og sterklegar tennur, amma mín. Jæja, nú skulum við hætta öllu þvaðri, öskraði úlfurinn. Með þessum munni og þessum tönnum verður gott að gleypa þig og éta. Hann stökk á litlu stúlkuna og gleypti hana í einu munnbita. Úlfurinn hafði nú loks fengið fylli sína og strauk sér kviðinn sæll og sattur. Hann staulaðist út í horn til að melta þessa ljúffengu máltíð í næði. Skömmu síðar átti faðir Rauðhettu leið fram hjá kofanum ásamt 2 öðrum skógarhaugsmönnum og datt þá í hug að líta inn hjá ömmu gömlu. Þeir komu að henni þar sem hún braust inn í skápnum. Ó, hvílík sorg, sagði vesalings gamla konan. Úlfurinn át litlu stúlkuna þína upp til agna og ég gat ekkert gert til að koma í veg fyrir það. Faðir Rauðhettu hóf æðisgengna leit að villidýrinu, viti sínu fjær af heift og harmi, og þótt hann sæi varla út úr augunum fyrir tárum, auðnaðist honum brátt að finna úlfinn. Hann lá í makindum uppi við tré og hraut hástöfum. Þetta verður þitt síðasta ódæði, sagði skógarhaugsmaðurinn. Hann reiddi öxi sína til höggs og miðaði á höfuð úlfsins, en hann hikaði við þegar hann heyrði veikt angistaróp berast frá kviði úlfsins. Hjálp, hjálp, hvernig get ég komist héðan út? Skógarhaugsmaðurinn kannaðist þegar við rödd dóttur sinnar. Rauðhetta var á lífi. Ofurvarlega skar hann úlfinn á kviðinn. Út skreið Rauðhetta hríðskjálfandi af hræðslu. Pabbi, mikið ég búin að vera hrædd, sagði hún og stökk upp í fangið á honum. Faðir hennar skildi nú hvernig í öllu lá. Úlfurinn hafði gleypt Rauðhettu án þess að meiða hana hið minnsta.
og hann þakkaði sínum sæla fyrir að hafa fundið úlfinn í tæka tíð. Svo var úlfurinn saddur og sljór að hann fann ekki fyrir kviðskurðinum. Hlauptu nú til þorpsins og segðu fólkinu að nú þurfið þið ekki að óttast úlfinn lengur, sagði skógarhaugsmaðurinn við dóttur sína. Rauð þetta hljóp af stað, en faðir hennar tróð stórum steinum í maga úlfsins og saumaði svo fyrir. Að svo búnu lét hann úlfinn liggja þar sem hann var, steinsofandi og grunnlausan allt sem fram fór. Þegar kvöldar komið vaknaði úlfurinn af værum svefni, en þegar hann ætlaði að standa á fætur, féll hann jafn harðan koll. Steinarnir voru þungir og fóru illa í maga. Þessi litla stúlka hefur kannski ekki verið matur við mitt hæfi, sagði hann, og ég sem hélt hún væri meir og mjúk eins og unglamb. Hann skjögraði með veikum burðum niður á ánni og hugðist svala sárast af þorstanum. Og víst það að vatn fékk hann að drekka. Hann hafði naumast drepið tungunni í vatnið þegar magafyllin bar hann ofurliði og dró hann fram af bakkanum. Það var út hann. Úlfurinn sökk til botns og drukknaði. Nú ríkti farsæld og friður í skóginum og menn gengu ósmeykir til vinnu sinnar og Rauð þetta litla átti góða daga. Henni var nú ljóst hvernig úlfar voru í eðli og háttum, en sem betur fór varð enginn slíkur á vegi hennar eftir þetta.